Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fundaði með Angelu Merkel, kanslara Þýskalands í Berlín í dag. Á fundinum óskaði Katrín eftir liðsinni þýskra stjórnvalda til að afla upplýsinga afdrif Hauks Hilmarssonar, sem sagður hafa fallið í Afrín héraði í Sýrlandi. Þorbjörn Þórðarson. Fyrir fundin í dag var stutt kynning fyrir fréttamenn í Berlín þar sem forsætisráðherra og kanslarinn fóru yfir tilefni fundarins. Iceland and Germany have enjoyed excellent relations through the years on all fronts. We share the same values, the respect for freedom and democracy, commitment to justice, human rights, rule of law, and we are also very committed on the principles of gender equality. Forsætisráðherra segir að hún og kanslarinn hafi síðan rætt samskipti þjóðanna og stöðu stjórnmála í Þýskalandi, en einnig málefni flóttafólks, öryggis- og varnarmál, umhverfismál og Brexit. Þá notaði Katrín tækifærið og óskaði eftir aðstoð Þjóðverja við að komast að upplýsingum afdrif Hauks Hilmarssonar, sem sagður hafa fallið í loftárásum Tyrkja í Afrín í Sýrlandi 24. febrúar. Já, ég bara notaði tækifærið í ljósi þess að við vorum á þessu fundi og óskaði þess að við mættum leita liðsinnis Þjóðverja í því máli, þar sem þau hafa auðvitað töluvert mikla reynslu af málum sem þessum, þannig að ég notaði tækifærið og óskaði þeirra liðsinnis og var mjög vel tekið með það. Vissi Merkel mál Hauks? Nei, hún þekkti ekki til þess fyrir. Katrín segir að Merkel hafi sýnt Íslandi mikinn áhuga. Hún er þetta stjórnmálamaður með gríðarlega reynslu og þekkingu, þannig að það var mjög gott að tala við hana. Og eins og ég segi, mér fannst gaman að því hvað hún sýndi Íslandi mikinn áhuga og ég notaði þetta tækifæri og bauð henni til Íslands og vona að hún komist til að þykja það boð. Og meira þessu tengt, Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra átti í dag símafund með Nurettin Canicli, varnarmálaráðherra Tyrkja. Guðlaugur Þór sagði í samtali við fréttastofu að Canicli hefði staðfest á símafundi þeirra að Haukur Hilmarsson væri ekki í haldi Tyrklands hers. Guðlaugur Þór sagði að áfram væri unnið að því að afla upplýsinga mál Hauks í utanríkisráðuneytinu.